ég heiti Stefán Ingvar og í þessum þætti fáum við til okkar gestafinni pólitíska sviði, förum yfir þeirra hægri sinnaðustu, vinstri sinnaðustu, frjálslyndustu og íhaldsamustu skoðun og með okkur í dag Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hver vinstri sinnaðasta skoðunin? Byrja bara alveg á vinstri. Já, ég byrjaði á hægri hjá Jónas Jónas bað mig að segja þér að bað mig að koma til skila, hann var mjög skemmtilegur í þessum þætti. Já, ok, aldrei sem var. Jók! Hann virkaði mjög leiðilegur. Ég þekki hann ekki neitt, ég er bara að grínast. Heyrðu, já, ég var lengi að hugsa þessa spurningu þegar þú sendir hann á mig, en ég myndi svona vinstri sinnaðasta skoðun mín er að ég er á móti að einkavæða heilbrigðiskerfið. Ok. En ég er ekki á móti einkarekstri. Aha. Það er nefnilega stór munur þar á. Já. Og pólitíkusar eiga það stundu til að blanda þessu saman. En þannig ég útskýri bara stuttum máli hver er munurinn að ég vil alls ekki að við einkavæðum heilbrigðiskerfið af því ég vil að Íslendingar og allir sem búa hér eru með bara jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Og við sjáum til þess að Bandaríkjunum er það ekki þannig. Nei, og það er allt í fokki. Já, ég meina það er einkavæðing, skilurðu, en ég er hins vegar algjörlega hlynnt því að við nýtum einkareksturinn eins mikið og við getum og hvað er það? Já, það er þá þegar við til dæmis úthýsum til einkaaðila að sinna heilbrigðisþjónustunni fyrir okkur, en þó þannig að við tryggjum jafnt aðgengi eins og til dæmis eins og við sjáum til dæmis ýmis þjónusta sem við erum að veita, heilsugæslustöðvunar eru einkareknar, þú finnur enga mun, hvort þú sért að fara á ríkisrekna heilsugæslustöð eða einkarekin nema hvað þjónustan er oftast betri ef það er einkarekstur. Meira að segja, ég er á einkarekinu stöð og þjónustan var geggjuð fyrst og núna er hún bara alveg eins glötuð, sko. Já, ok. Ég byrjaði ég hafði samband með vandaði komist til læknis og þá mér var bara strax lyftað, núna er það þannig að maður þarf að hringja milli 9 og hálf 10 eða eitthvað á morgnana til þess að fá pláss í þar næsta mánuði, maður er bara komin heim, sko. Læknum, já. En já, þannig að ég myndi segja, þetta er svona kannski vinstri sinnasta skoðun mín, ég er alltaf alfara á móti þess. Og hefur einhverja, ertu þá að horfa til Bandaríkjanna einhver annar ríkja sem víti til varnaðar með algjöran einkarekstur í heilbrigðiskerfinu eða hvaðan heldur að þessi skoðun komi? Er þetta... Sko, ef ég horfði til Bandaríkjanna er það einmitt einkavæðingin sem ég er á móti. En ég er algjörlega hlynnt einkarekstur og ég held við að gera og ég er bara þeirra skoðunum við gera miklu meira af því að úthýsa þessari þjónustu í auknum mæli til einkaaðila. Og það hefur sýnt sig og við höfum, þó að kannski þú hefur ekki upplifað það, en það hefur sýnt sig að þjónustan hefur batnað til muna þegar einkaaðilar taka við ákveðnum hluta rekstrarins. Ekki að öllu leyti, en ég held við getum gert mun meinar þar. En ég hef til dæmis horft einmitt til Bandaríkjanna, hvað svona einkavæðingu og það er ekki aðgengi allra að góðri heilbrigðisþjónustu og mér finnst það ekki í lagi. Og mér finnst að við alls ekki að feta þessar slóðir og við bara standa vörðum heilbrigðiskerfið okkar og við getum gert mun betur á þessu sviði en bara alls ekki farið þá átt að fara eitthvað í einhverja einkavæðingu. Ok, Aron, ert þú með einhverjar nótur á þetta? Nei, bara heilsugæslan er alltaf erfið, sko. Já. Ok, takk. Og þá er kannski erfiðari spurning. Hver er hægri sinnaðasta skoðunin? Hvað finnst þér hver er hægri sinnasta skoðunin? Já, eitt af því sem ég hef verið svolítið skotin í er að við eigum, og ég bara algjörlega hlynnt því að við eigum að einfalda skattkerfið okkar, við eigum að lækka skatta. Við erum ár frá ári alltaf að flækja hlutina meira og meira og meira. Flækja skattkerfið okkar og samfara því sem að regluverki okkar hefur alltaf orðið meira íþyngjandi. Þannig að ég væri alveg til í að við myndum skoða það og ég myndi gera það ef að ég yrði einhvern tímann fjármálaráðherra. Bara einræðisherra á morgun. Einræðisherra á morgun. Setja strax að stað í að skoða það að Ísland verði bara með 1 skattprósentu. Og þetta er eiginlega, og ég ætla ekki að eigna mér þessa skoðun vegna þess að Viðskiptaráð kom með þessa hugmynd fyrir 20 árum síðan. Að bara 15% Ísland held ég að skýrslan hafi heitið. Já, 15% tekjuskattur þá? Já, þá erum við að tala 15% tekjuskatt, virðisaukaskatt, bara allir skattar, tekjuskattur, lögaðila, fjármagnstekjuskattur, 15% slétt, bara clean. Og
Þetta myndi að einhverju leyti auðvitað, eða ekki einhverju leyti, bara miklu leyti einfalda mjög skattkerfið okkar. Þetta myndi líka svona draga úr, við erum að glíma við háa jaðarskatti í dag. Það er að segja að því að við erum með sko flókið skattkerfi, mörg skattþrep, en svo erum við líka með bótakerfi sem er tekjutengt. Og það er auðvitað ofboðslega mikilvægt að við sem er bótakerfi til að styðja við viðkvæmasta hópin okkar. En það sem þetta hefur þó í för með sér, þessir hái jaðarskattar, er að til dæmis tekjulágir, þetta dregur úr hvata þeirra til dæmis til að sækja launahækkanir, að því að þú sækir launahækkun, þá ertu að greiða hærri skatta og þá kannski dregur það líka úr bótunum sem þú ert að fá. Þannig að með því að bara einfalda skattkerfi, vera með eina skattprósentu, og auðvitað þurft að gera þetta í einhverjum skrefum, en þá væru við svolítið einfalda skattkerfi, gefa út skýr skilaboð, við erum með samkeppnishæfasta skattkerfi í heimi. Já, væru við þá með samkeppnishæfasta skattkerfi í heimi? Já, ég veit ekki til þess að eitthvað ríki hafi gert þetta. Þú varst að spyrja mig hægri sinni. Já, absolutt, sko. Þannig að við erum bara að vera svolítið bolt. Já, bara 100%. Ég er mjög ánægður með þessa hugmynd, sko. Ok, en sko ég veit að til dæmis Kýpur er með, þú veist, ekki að ég fengi að þetta væri hagstæðasti skattur, en þar er tekjuskattur mjög lágur allavega á Kýpur og Kýpur sökkar svolítið. En hvar er hann lágur á einstaklinga? Hann er lágur á fyrirtæki fyrst og fremst, en líka á einstaklinga. Já. Af hverju sökkar Kýpur? Það er góð, segð þú mér. Hvað er í gangi þar? Það er frábært veður þar, það eru engar almenningssamgöngur, jú, það eru almenningssamgöngur. En þær komum bara einhvern tímann, smá eins á Íslandi. Já, við erum að bæta úr því. Þið erum að bæta úr því. Ert þú borgarlínu sinni? Sko ég stend á bak við samgöngusáttmálann og það er nefnilega, borgarlínan er bara partur af samgöngusáttmálanum. En mér finnst ofboðslega mikilvægt að við bætum almenningssamgöngur sem er ekkert annað en borgarlínan, að við erum að fara stuðla að aukinni þjónustu, þannig að þú getur treyst því að strætó komur réttum tíma og á skemmri tíma, þar að segja þú þarft ekki að bíða eins lengi eftir strætó. En svo er þetta líka auðvitað að við erum í mikilvægum fjárfestingum og stoppvegum okkar fyrir fjölskyldubílinn og svo líka göngu og hjólaleiðir. Þannig að ég styð samgöngusáttmálann vegna þess að með honum erum við að fara í ofboðslega mikilvægar framkvæmdir á samgönguinnviðum okkar til að stuðla fjölbreyttari valkostum, hvort sem þú ert gangandi, hjólandi eða keyrandi. Og það er bara það sem við þurfum að bæta inn á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig þekkir maður í sundur fjölskyldubíl og einkabíl? Fjölskyldubíl er, ég myndi segja að það væri bíl sem er fleiri en 2 í. Ok. 2 sæti. Já, ok, þannig bara 2 sæti. En það er huggulegra að tala um fjölskyldubílinn. Já, einmitt. Þú vilt að séu fjölskyldur í bílnum heldur en einstaklingar. Já, því að ég er á einkabíl, ég á kött og konu. Kötturinn er sjaldan í bílnum. Ok. Konan mín er oft í bílnum. Hún á mér þessa bílinn. Já, það er fjölskyldubíl. Já, en við erum engin börn. Nei, en þið eru fjölskylda. Já, við erum fjölskylda og takk fyrir að segja þetta, Ásdís. En við, sko, ég hef séð í sjónvarpinu frá Bandaríkjunum að það er stundum eitthvað svona carpool lane. Það sem að það eru ef það eru fleiri en 2 í bíl, þá fá þeir að keyra hraðar. Getum við gert það líka? Af því að þá getum við, af því að mér finnst þessi debatt þú veist, hvað er því að, þú veist, Björn Teitsson og fleiri segja burt með einkabílinn og síðan eru aðrir sem segja, eins og þú til dæmis varst að segja fjölskyldubílinn og við þurfum og Ragnhildur Alda sagði það daginn með mig líka, við þurfum að verja fjölskyldubílinn og ég skil það sjónarmið alveg. Ég á bæði einkabíl og fjölskyldubíl. Já. Eftir dögum. Já. Og er reyndar á í hvort konun mín á bæði, hún heitir Hófi og við erum ekki gift samt. Þetta var ég eftir að fara með þetta. Já, af því að þá getum við gert mjög þægilegan greinamun og sagt, þú veist, við viljum fjölskyldubílinn, hann fær hérna 3 akreinar, síðan einkabílinn, við þurfum ekki að gera við förin í götunni þar og þá getum við bara sammælst að níðast á einkabílnum. Já, verður svona hólóttar götur og bara massíf umferðarteppa þar alltaf. Af því að þá líka hvetjum við kannski fólk til barneigna. Já. Heldur að þetta myndirðu mæla fyrir þessu? Já, það er góð spurning, sko, ég er nú fyrsta lagi bara að hugsa að væri við þá að fara að fjölga akreinum, vegna þess að ég vil ekkert endilega fjölga akreinum, en ég vil ekki þrengja eða fækka akreinum og ástæðan fyrir því ég segi það er bara að það er ekki pláss fyrir fleiri akreinar, en við gætum samt
farið í einhverja aðgerðir til að kannski tryggja það séu nú fleiri í bílnum heldur en bara einn. Vegna þess að ég hef oft spáð í sig þegar ég að keyra í vinnuna, þarna eru nemendur, framhaldsskólanemendur, háskólanemendur, allir bara einir í bíl, það allir fastir í umferð. Og maður bara sér hérna 4 í röð, ef þið væru öll 4 saman í að carpoola, að þá væri við þetta búin að fækka bílum 3. Já, absolutt. Þannig að við getum kannski búið til einhvern hvata til að fólk fari. Það gæti til dæmis verið í háskólanum gjaldfrjálst og carpoolar. Gæti verið. Ég myndi gera það ef ég væri einræðisar á morgun. Já. En ég veit ekki hvernig ég myndi enforsa það samt. Þá getum við búið til starf fyrir einhvern svona bílastæðavörð sem setur í svona kassa, eða þú veist, í svona litlu húsi. Já, það verið bara, þú getur, ég held að það séu auðveldur og það ekki eins og að hafa mann. Já. Vegna þess að tæknin slík, eða konu, tæknin slík að þú getur bara verið með myndavél, bara. Já, satt. Við erum búin að leysa það. Já, við gerum þetta. En ég vildi svolítið pota einhverjar hólur í 15% Ísland af því að hefur þú unnið hjá viðskiptaráði? Var ég? Já, hefur þú unnið hjá? Nei. Því að viðskiptaráð fer svolítið í taugarnar á mér. Er það? Já, mér finnst þér alltaf, mér finnst þér svo miklu nördar eitthvað. En nördar eru fínir líka. Þetta er mjög mikil jokk þáttur. Við erum pro-jokk sérna. En ég vildi finna en mér finnst 15% Ísland bara hljóma alveg frekar lógískt. Aron, nú ert þú kommunisti. Já, einmitt. Hvað finnst þér? Þú vilt hafa 75% Ísland. Ég er náttúrulega heimskur kommunisti. Sko, ef þú myndir hafa 75% Ísland, að þá gætu við basically bara svolítið bara svona loka landinu, bara sleppt þessu. Þá borgar það sig eiginlega ekki að mæta til vinnu. Já. Ég nenni hvort ekkert að mæta til vinnu, þannig að það hentar mjög vel fyrir mig. Já. En ég man eftir, var ekki 999, Herman Cain. Já, býtu, já. Var það ekki eitthvað svipuð pæling? Já, að lækka alla skatta í 9%. Já, ég man samt bara óljóslega eftir því. Þetta er gallin við að við tveir séum saman með pólitískum þátt að við erum báðir mjög heimskir. En það er líka, mér finnst það ekki. Við vorum að leysa hér áðan carpoolið. Já. En ég er sammálaði líka með að það ætti ekki að fækka akreinum endilega og sem að er svolítið erfitt fyrir mig að segja af því að þú veist, þar sem ég bý og útliti mitt og allt við mig segir færri akreinar. Já, býrð í Reykjavík. Ég bý í miðbænum, ég bý 101. Það hefur svolítið verið að gerast í Reykjavík nefnilega. Já, að akreinum sé að fækka. Já, en við erum ekki að sjá það, við erum ekki að gera það í Kópavogi. Við erum ekki að sjá það heldur í Garðabæ eða í Hafnarfirði. Nei, einmitt. En eftir því sem ég best veit þá er líka bara ein gata í Garðabæ og það er gatan sem fyrir gegnum Garðabæ. Já, það er kannski aðeins færri götur. Já, ef það myndi fækka því þá varum við bara að loka Garðbæingana inni. En já, af því að þú veist, það þarf að bæta við, mér finnst klárlega að þurfa séragreinar fyrir, þú veist, strætó eða borgarlína eða hvað það er, en ég veit ekki alveg, en hvað með að setja Miklubrautina í stokk? Er það einhver að gera það? Já, það er partur af samgöngusáttmálanum. Og ég held í svona, ef við horfum bara inn í framtíðina, það er það sem við erum fara að gera í framtíðinni, að fleiri og fleiri svona stoppvegir er að fara neðanjarðar. Að umferðin er þar og ofanjarðar er bara svona fallegar göngugötur og við getum jafnvel byggt þar sem götunar eru fyrir. Já, einmitt. Og það er ótrúlega spennandi og verður spennandi að sjá þetta með Miklubrauta stokk eða göng eiginlega frekar, þú veist hvernig það mun breyta svona samfélaginu þar, en það er eitt af því sem við erum að gera og ég man býtu hvar var ég í Óðinsvé held ég, miðbærinn þar eru allir komin í göng eða svona. Það er ótrúlega flott að koma þangað. Svo eru allir bara að labba ofanjarðar og þú bara, umferðin fer bara neðan. Sko, þegar þú segir þetta, að þetta sé framtíðin, þá þú veist, þetta er að leysa alveg svona 50% af menningarstríðinu á Íslandi. Af því að menningarstríðið er bara bíl á Íslandi. Bara, og þannig ég ætla að neymdroppa einum stoppvegi sem ég vil að fara í göng. Ég er búin að berjast fyrir þessu í mín 4 ár sem bæjarstjóri Kópavogs, Reykjanesbrautin. Hliðin á Smáralindinni. Ef að stjórnvöld myndi nú bara setja Reykjanesbrautina í göng í samgönguáætlun sína, hugsið ykkur hvernig umhverfið myndi breytast þannig í kringum Smáralindina. Ég geti hugsað mér að búa þar þá, sko. Já. Ég get ekki hugsað mér að núna. En systir mín býr í Kópavogi og hún er ánægð með þig, svo ég segi það. Æðislegt. Ekkert að þakka. En hver er frjálslyndasta skoðunin þín? Nei, áður en að svara því, hvort myndir frekar lýsa þér sem frjálslyndis konu eða íhaldskonu?
Af því að það beggja blands í sjálfstæðisflokknum svolítið. Já, ok. Já, þetta góð spurning. Takk. Ég myndi segja, ég frjálslyndari kannski, það alveg íhald í mér. Já. En þú ert meira, hallar meira á frjálslynda ásinn. já. Ok, þá skulum við byrja á íhaldsamustu skoðuninni. Já. Skoðuninni þinni. Já, ég myndi segja íhaldsamasta skoðun mín ég styð ekki aðskilnað þjóðkirkjunnar og ríkisins. Ok, af hverju ekki? Ég af því að þetta þjóðtrúin okkar. Já. Þarna þetta eru gildin okkar, gildi bara hvernig við erum að ala upp börnin okkar, samfélagið okkar. Mér finnst bara kirkjan alveg óbúslega mikilvæg og ég verð bara að segja, þú veist, sérstaklega núna sem bæjarstjóri ég auðvitað bara í góðu sambandi við kirkjurnar í Kópavogi og við bara fólki sem þar og þau eru að bara sinna svo óbóðslega mikilvægu hlutverki fyrir samfélagið okkar. Það ekki verið að boða einhver ofsatrú eða eitthvað slíkt. Þetta bara meira bara aðstoða okkur í samfélaginu. Þú veist, ef að við lendum í auðvitað, hvort sem að maður í sorg eða gleði eða annað eða verið áfall í samfélaginu, þá eru þau auðvitað bara lykilbreyta í því að aðstoða. Bæði okkur sem sveitafélag og auðvitað bara íbúana og börnin okkar. Já, maður hefur séð það svolítið að þjóðkirkjan hefur verið mikilvægt þegar það eru áföll í sveitafélagum, þá eru þau snögg að bregðast við. En sko, nú það svo að þjóðkirkjan sjálfseignarstofnun, það ekki rétt hjá mér? Það ekki, þú veist, prestar eru ekki opinberir starfsmenn. Nei, við breyttum því. Já. En hennar staða hvað segir maður, svona fest í stjórnarskrána. En sko, þegar við tölum þá aðskilnað ríkis og kirkju á Íslandi og hún núna sjálfseignarstofnun, þú veist, það þó bara einhvern veginn svona á filosófískan hátt? Eiginlega, já, þú veist, þetta bara þjóðtrúin okkar. Þú veist, ég vil ekki breyta því, en samt, Guð minn almáttur, ég alveg hlynnt, ég ætla ekki að skipta mér að því þó að þú viljir ekki vera í þjóðkirkjunni. Það á alveg að vera valfrelsi þar. En ég myndi ekki vilja breyta því að þetta sé okkar þjóðtrú. Og bara það svona það sem að mér finnst bara mikilvægt fyrir okkur sem samfélag og að vera með okkar trú. Já, sko ég mjög trúlaus og Ertu í þjóðkirkjunni þá? Nei. Nei, ég einn af aulunum sem gaf þessum súestabræðurum í nokkur ár. Okay. Studdi vel undir þá og ég bara vona að hafi notið vel. Ég trúi ekki á Guðin, ég trúi á griftara. Þeir svindlarar og svikarar, ég hef mikla trú á þeim. Eins og súestabræðunir eru. En hvað? Já, þannig að sko, einmitt, fyrir mig þá, þú veist, ég finn aldrei, ég hef ekki fundið eitthvað svona sérstaklega fyrir kirkjunni beint. Tengdafjölskyldan mín býr út á landi, þannig ég mikið fyrir vestan á Ísafirði og fólk segir, þú veist, já, þetta náttúrulega af því að þú ert svo mikil miðbæjatýpa, Guð ekki mikið í miðbænum. Nú segja þau það. Fólk, allir að segja það. Þetta fer eftir póstnúmerum. Það fer eftir póstnúmerum og þú sér það, horfir í kringum því 101. Hér enginn Guð. Nei, en að þjóðkirkjan sé sterkari, þú veist, utan Reykjavíkur, skilur. Og hefur meira vægi í samfélag í minni byggðarlögum. Og ég get alveg séð það, þú veist, eitthvað svona samfélag, þú veist, líka bara svona félagslegi þáttur, en ekkert, ég er að bladra af því að ég vonast að lenda á púltinum sem ég var með í höfðinu. En já, ég man það núna. En hins vegar, ég fór einhvern tímann fljótlega eftir að Ísrael hófu sinn hrottaskap á Gazaströndinni, þá var fjáröflun í kjallaranum á Laugarneskirkju, held ég. Þar sem var sem sagt fólk frá Palestínu að selja palestínskan mat eða Palestína var að selja palestínskan mat til styrktar Íslands-Palestínu. Og ég fór þangað og þar var mikið af arabísku fólki sem satt og var að borða og maður gæti annarkvort farið og sótt mat eða borðað á staðnum. Einmitt. Og það var í kjallaranum á kirkjunni sem
held ég líka, þú veist, hvað heitir það, félagsheimili kirkjunnar, það heitir safnaðarheimili. Safnaðarheimili vandalega? Já. Ég held að það sé safnaðarheimili eða þó að þetta er eitthvað svona fyrir ungmennastarf eða what have you. Og þá hugsaði ég sko, ég fann það alveg þar sko að það er einhvern veginn ekkert, þú veist, að því að sko, ég trú ekki á Guð og ég hef ekki áhuga á íþróttum. Okay. Þannig að þú veist, ég er samt sjokk. En þannig ég er, þú veist, það var talað að þú veist, að fótboltaliðin, ég fyrst talað að fótboltaliðin tóku við af kirkjunni. Já, hvenær? Hvenær gerist það? Já, einhver tíman fyrir einhverju síðan. Já, þú veist, eftir að við urðum öll svona, eða þú veist, eftir að samfélagið varð svona frekar trúlaust sem að endur að snúast við núna finnst mér. Það að snúast við, við erum að sjá kannanir þess efnis. Og ég er alveg fokkt með þessa pælingu. Þú veist að tala með hérna safnaðarheimili, þú voru að fá sér að borða. Fá sér að borða og þá fann ég eitthvað svona, já þú veist það er gott að það sé allavega einhvers konar hús í hverfinu þar sem að fólk hefur ástæðu til að fara sko. Já, algjörlega og ég meina það er líka það sem er hlutverk kirkjunnar og ég sé það hjá okkur að þau eru líka að hjálpa okkur í jólaútlutunum, þú veist eins og til dæmis þau eru að styðja við tekjulág heimili. Já. Og þú veist það er ýmislegt sem að kirkjan er að gera annað en bara að vera með messur sko. Já. Þú veist og það bara og dyrnar eru opna fyrir öllum eins og þetta er bara gott dæmi þess efnis. Já, þarna voru bara múslimar sem þú getur örugglega gengið þarna inn og átt fínt spjall við prestana þó þú búir í 101. Eða sko, að því ég bý í 101 þau fyrir inn í kirkju og með svíður, það er svona... Í alvöru? Guð vill ekki hafa okkur að það er íbúa 101. Þá ætla ég að segja við þig og ykkur báða hér, sem eru jocks, sem við veit ekki alveg hvað ég er. Já, neða svona íþróttagarpar. Já, ok. Svona, hugsaður manna í bíómynd svona nerds and jocks. Ok, ég held að þetta væri Choco. Nei. Alltaf með það sko. En ég verð að segja við ykkur, nú erum við með nokkra kirkjur í Kópavogi. Farið í Lindakirkju, eitt sundarskvöld. Þið eru að fara að upplifa geggjaða tónleika, bara það er gospelkór. Heyrðu, svo getið þið farið í Hjallakirkju og þá er bara verið að syngja ný dönsk eða einhver svona skemmtileg. Og svo getið þið farið í Kópavogskirkju og þá er bara svona svolítið íhaldssöm messa og kór að syngja. Það er það sem ég elska líka við að fara í kirkju. Þú ert bara að mæta á alvöru tónleika. Samfara því sem að auðvitað ert að hlusta á boðskapinn og allt þannig, en þetta er bara, ég mæli með þessu, prófið þetta og ég er viss að þú fáir ekki eitthvað svona að þið líðir illa. Nei, það bara þú mátt bara slaka á og njóta. Ok, já, þannig að, þér finnst þjóðkirkjan, þú vilt ekki afnema þjóðtrú og þjóðkirkjan er nógu sterk eða jafnvel mætti vera sterkar í samfélaginu. Já, og ég er meira að segja þannig að mér finnst bara að allir skólar eiga að fara svona yfir aðvenduna og heimsækja kirkjuna í sínu hverfi. Það hefur svolítið breyst og ég tók eftir því í bara, þú veist, sumir skólar eru bara með Grinch-leikana í staðinn fyrir að vera með hérna... Hvað segirðu, Grinch-leikana? Grinch-leikana, já, ok. Í staðinn fyrir að vera með bara svona, eitthvað sem helgileikin og hérna ég er alveg þar sko ég vil bara sjá helgileiki í öllum skólum en ég ætla ekki að segja skólum hvað þeir eru að gera af því að ég vil líka að þau hafa þetta frelsi en ég myndi, ef ég var einræðisherra myndi ég segja að allir vera með helgileiki yfir aðvendina að minnsta kosti einu sinni og bjóða foreldrunum að koma. Já, fair enough sko. Ég myndi ekki gera það ef ég var einræðisherra en ég ætla samt sko að því ég er búin að vera að djóka með að 101 svo guðlaus, ég hef ekkert á móti trúuðu fólki eða kristinni trú, bara svo það sé alveg sagt og ég hef alveg, þú veist, þeir eru jarðafarir og annað, þá fer ég í kirkju og nýt mínu við að hlusta á sálmana. Já. Af því að það er ekki meiningin að smætta trún eins, svo það sé alveg á hreinu. Ok, en tölum þá frjálslyndastu skoðunina þína. Já, frjálslyndasta skoðunin mín er ég myndi og ef ég væri fjármálaráðherra í einn dag þá myndi ég bara fara strax að stað í að loka öllum stofnunum sem að einkaaðilar geta bara verið að sjá með á stofnunum sem eru bara óþarfar og sem og líka selja aðrar stofnanir sem að bara einkaaðilar eiga að reka og bara gott dæmi hugsið ykkur, árið er 2026 og við erum enn að reka áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Já, ég finnst það er óboðslega skrítið. Sko. Ég veit ekki alveg hvað kommunistunum finnst þetta. Hvað finnst þér það, Aron? Jú,
Mér finnst það náttúrulega frábært, ríkið á að eiga allt bara, sem óvirkur alkoholisti líka, það finnst mér það bara frábært. Já, ok. Nei, mér gæti ekki verið meira saman hvað. Já, mér finnst þetta nefnilega, einmitt, sko, af því að þetta hefur líka verið eitthvað svona lítið, þú veist, þetta einkabíllinn, þú veist, við erum alveg heppin með það og við ætlum að reyna að halda í það á Íslandi að þetta hafa verið tvö einhvern veginn svona, þú veist, fram til ársins 2020 voru þetta svona stærstu menningarstríðsmálin okkar. Já. Ég skil ekki að við séum ennþá að tala að loka vínbúðinni, þú veist, já, mér finnst að það eigi að gera það, skilurðu. Og eins og núna, þú veist, áfengi, þú veist, ég er líka alki, óvirkur. Ok. Og, þú veist, það er ekki það sem stoppar mig frá því að detta í það að labba ekki fram hjá bjór í Bónus, skilurðu, þú veist. Það sem stoppar mig frá að detta í það er að ég fer aldrei út úr húsi. Ég keyri bara hingað og aftur heim og þá er ég öruggur. Þetta er svona eins og þegar bjórbanni var og svo hrættum að leyfa bjóra því þá myndi þjóðin detti. Já, þá myndi verkalýðurinn hrynja í það. Já. En þú veist, þetta er bara tímaskekkja og ég held reyndar auðvitað eru breytingar eiga sér stað núna og við erum að sjá það. Það eru einkaaðilar byrjaðir að selja. Og mér finnst það eiginlega samt vera sko versta útgáfan af því báðu, þú veist, worst of both worlds eða þannig, eins og þetta er núna með einhvern veginn af því að mér sýnist þessar netverslanir vera bara í einhvers konar villta vestri, þú veist, þeir eru náttúrulega að auglýsa sig sem að, þú veist, auðvitað, þetta er fyrirtæki, þau vilja auglýsa sig og mér finnst þetta einhvern veginn falla undir sama, þú veist, ásýndarlega, eins og ég sagði hann, ég er mjög heimskur, ásýndarlega þá er þetta eins og svenskt, þú veist, að auglýsa geðveikt mikið skaðlega vöru, þú veist, smáríkið eru með auglýsingar allstaðar á Facebook og allt það og þú veist, ef þetta væri einhvern veginn, ef það væri fastari forma á þessu, þú veist, ef þetta væri bara... En er þetta ekki bara vilda vestur að því að ennþá erum við með fíllinn er í herbygginu og er ennþá, já. Þú veist, þess vegna er vilda vestur af því að þeir eru einhvern veginn svona á lagalega gráu, eða þú veist, þeir eru að gera þetta löglega, en þetta er samt alveg grátt. Já, en þetta er samt bara frábært, nú er bara, þú veist, nú þurfi ekki allir alltaf að fara inn í ÁTVR, þú getur bara, þú veist, líka valið þín vín eftir því bara, hvað þetta er, en það sem að, kannski, það er fyrirgefðu. Nei, bara það, mér finnst það crazy eftir að hafa verið, þú veist, út í Englandi og eitthvað svona, að segja fólki, skilur, já, ef þú nærði ekki ríkið fyrir klukkan 7 á föstudegi, þá getur bara gleymt í hann. Það er bara, þetta er eitthvað 16. aldar kerfi. Já, og svo sér maður stundum ferðamenn vera að kaupa pilsnir í Bónus og maður er bara eitthvað, Lest áfengisbrostuna. Nei, en það er ekki bara ÁTVR, ég meina Landsbankinn sem dæmi, við erum að reka ríkisbanka og nú bara, ég er svo ótrúlega mótið því og mér finnst þetta bara, við eigum að selja ríkisbankan okkar vegna þess að öllu leyti finnst mér, en jú, ok, ég geti samþykkt 80% og ríki myndi þá halda eftir 20% ef það er svona viljið þjóðurinn að eiga smá hlut ennþá, það þarf ekki að eiga 100% í heilum banka, að því þetta er áhætturekstur á endanum og þá eru það okkar fjármagn sem er undir, skattgreiðendur auðvitað eru þá að reka Landsbankan sem dæmi. Já, en á móti kemur að svona, það hefur sýnt sig að þegar að í harðbakkan slær þá er það skattgreiðendur sem að... Auðvitað á endanum, en hvaða lærdóm drógu við af eftir hrunið? Já, það var það að regluverki var ekki að fungera sem skildi. Það er búið eiga sér staðalegu gríðarlega breytingar á regluverkinu og núna erum við sko með belti og axlabönd og meira til. Ég heldur sem við erum búin að ganga aðeins svo langt. Já. Þannig að það er búið að girða svolítið fyrir þessa áhættu sem sannanlega var til staðar. Auðvitað er aldrei hægt að spá fyrir það getur komið ný áhætta. En mér finnst bara að það sé ekki ríkisins að reka banka. Jú, ok, ef að ríki vill eiga 20% í til að hafa einhver, vera minnstu kostum með 1 fulltrúi í stjórn, ég sé að Norðurlöndin hafa einhverju gert það. Allt í lagi, en helst myndi ég bara vilja selja bankana öllu leyti eins og er búið að gerast í Íslandsbanka. Já, ég er nefnilega sko þú veist, á svolítið flókið samband við Landsbankan af því hann hélt fram hjá mér. Nei, hvernig þá? Af því að ég var mjög hlynntur því að ríkið ætti banka og var þá þeirra skoðunar að þú veist, hann ætti að vera rekinn sem einhver mynda af samfélagsbanka sem ég vissi ekki alveg hvað þýddi. Þú veist, á einhverjum öðrum forsendum sem að þú veist, kannski væru þá, þú veist, lægri vextir greiddir og lægri vextir rukkaðir á fasteignalán, ég veit það ekki. Þá borgar skattgreiðendur það, þú veist það. Já. Og náttúrulega
innistæðu eigendur borgaði líka með að fá lægri vexti á reikningana sína. Þú veist, að þeir væru þó ekki í beinni samkeppni við hina bankana, en á móti, en síðan benti vinur með mér á, sem að ég var að vinna með í banka á tímabili, að það má ekki, að EES-samningurinn bannar slíka samkeppni. Þannig að ég myndi vilja losna líka að læstu leyti úr Landsbankanum. Ég vil eiga 20-30% einmitt til þess að hafa fulltrúa í stjórn, til þess að fylgjast aðeins vel með þessu. En mér fannst eins og mjög sérstakt þegar Landsbankinn keypti TM, eða var það Vís? Nei, TM. Já. Og þá var talað sko, þú veist, ef ríkið ætlar að eiga banka, þá var það bara að eiga banka. Já. Og mér finnst það mjög sérstakt staða. Þetta var mjög skrítið útspil og að ríkið sé svona að þenja sig út og fara inn á tryggingamarkaðinn. Heldur en frekar hefði bara, ég reyndar á því að það, þó að ríkið myndi selja 100% í Landsbankanum, þá þetta væntanlega banki sem á hlutabréfamarkaði og það allt opið sko, þannig að það ekkert mikil áhætta fólgin í því þó að það myndi bara selja öllu leyti. Ég skil. En hlutverk ríkisins þetta fyrst og fremst að tryggja að regluverki sé í lagi, að girða fyrir þessar áhættur, að vera með sterkt fjármálaeftirlit. Það hlutverk ríkisins. Það ekki hlutverk ríkisins að reka banka. Já, veistu það? Já, það algjörlega. Fjármálaeftirlitið búið að sameinast núna Seðlabankanum. Já. Og þetta örugglega óbúslega leiðileg umræða í svona þætti, en fyrir hrun var þetta sem sagt, voru þetta sikkvora stofnanir. Já, 2 veikar stofnanir. 2 veikar stofnanir, en það sem þó lærdóm við drógum af eftir hrun var að þessar stofnanir þurfa að vera í einu og sama stofnunin. Já. En með auðvitað ólík hlutverk, það ennþá fjármálaeftirlit, en inn í Seðlabankanum, Seðlabankastjóri yfir. Já, hann aðstoðaryfirmaður. Og það búið til fjármálastöðugleikanefnd, fjármálaáhættunefnd líka, og við erum með núna æðsti seðlabankastjóra og svo erum við með 3 seðlabankastjóra undir sem yfir sikkvoru peningastefnunni, sem verðbólgumarkmið og vextinir, fjármálaeftirlitinu og svo fjármálastöðugleikanum. Og við gleymdum svolítið því í hruninu. Já, fjármálastöðugleikanum. Það var ekki þessi yfirsýn yfir þennan risa áhættu þá. Að við vorum að setja þá ekki nokkur í eina körfu. Já, þannig að við erum búin að draga lærdóm af hruninu og þess vegna segi ég bara, heyrðu, ef við ekki bara selja Landsbankann, greiða niður skuldir, spara vaxtakostnaðinn og þannig getum við líka leið lækka skatta á okkur öll. Ég sá skuldahlutfalls Kópavogsbæjar hvað 70% af það fyrir eftir hvað þú ert að horfa á. Ég að horfa á þessa einu tölu sem ég sá sem stóð að skuldahlutfalls Kópavogsbæjar 70%. Já, það sem að lögbundna hlutfalli, við mögum ekki fara yfir 150%, einmitt. Já, einmitt. Hvað þýðir þetta? 70% af tekjum, sem sagt, af útsvarstekjum. Skuldahlutfalli, já, þetta nú man ég ekki alveg hvernig skuldahlutfalli reiknað. Þetta af tekjum að ég held, við erum með skuldaviðmið og skuldahlutfall, allavega. En skuldahlutfallið, sko, eins og við horfum á þetta, bara hvert erum við að þróast. Skuldahlutfallið að lækka eða að hækka? Er það rétt hjá lögbundna hámarkinu eða ekki? Og ef þú ferð upp í 150%, þá kemur eftirlitsnefndin inn og bara, heyrðu, nú þarf þú heldur betur að fara að taka til í rekstriðinu, þetta gengur ekki, þú ert bara komið með ósjálfbæran rekstur. Já, það gerist í Ölfusi. Nei, Árborg. Já, það gerist í Árborg. Og nú hafa bara, á þessu kjörtímabili hefur núverandi meirihluti sem vill svo til að skipa sjálfstæðismönnum, verið einmitt að bara taka til í rekstri, farið í alls konar tekið alls konar erfiðar ákvarðanir, en líka bara verið að hagræða í rekstri, og það bara ótrúlega áhugavert að sjá hvað þeim hefur tekist vel til. En við erum allavega búin að sjá það að hjá okkur hefur skuldahlutfallið farið lækkandi, og við erum bara vel undir þessu lögbundna viðmiði, og það bara skiptir máli að standa vörð, og þetta svona einn mælikvarði á, reksturinn sjálfbær eða ekki. Og af því að þú talar vaxtakostnaður eitthvað annað að 3. stærsti útgjaldaliður ríkisins, ef mann rétt, þannig eitthvað, það getur verið kolránt, sko. Veistu, hvar það í Kópavogsbæ? Af útgjaldaliðum? Já. Þetta allan ekkert, þetta alveg einhverjir milljarðar, ég segi það alveg þannig, en þetta ekki einn af okkar stærstu útgjaldaliðum. Ég meina, bara til að setja í samhengi þá menntamálin hjá okkur 30 milljarðar, velferðarmálin 10. Þetta langsamlega stærstu málaflokkanir okkar.
og þannig að, en jú, ég myndi auðvitað vilja að við skulduðum ekki neitt. Já, er það Já, auðvitað er það alltaf markmiði, en bara við verðum líka að vera raunsæ. Já. Að við erum að reka samfélag, við erum að reka sveitafélag, við erum að reka bara mjög mikilvæga þjónustu, velferðarþjónustu, menntamálin og bara snjómokstur og passa að ruslið sé hirt og allt þetta. Og þá bara við verðum að standa vörð þessa þjónustu að samfara því sem við erum að stækka. Við erum að byggja í nýjum hverfum, þá þurfum við að fara fjárfestingar, byggja nýjan skóla, byggja nýjan grunnskóla, leikskóla, göngu, hjólastíg og allt þetta. Já. Og það auðvitað krefst þess að við þurfum að kannski setja ákveð fjármagn inn í þessar fjárfestingar þannig að til að undirbúa ný hverfi. Já, einmitt. Seljið þið lóðir eins og Reykjavík að útlutuðu? Við útlutum lóðum, ég meina eins og til dæmis núna erum við í Varsendahverfi í efri byggðum Kópavogs, við erum útlutað þar í nýju hverfi og þá erum við bara með fjölbýli, rað, par, einbýli og við útlutum þannig að við erum ákveðið lágmarksverð og svo segjum við bara, heyrðu, óskum við eftir bara tilboðum í lóðina. Já, þannig að það er líka svona, það er sama fyrirkomulag í Reykjavík. Já, bara þetta eru takmarkaðar auðlindir sem fara bara út á markaðsvirði og það ræðist fyrst og fremst bara hvert er framboðið. Já, er mikið lóðabrask í Kópavogi? Þú veist, eins og maður hefur séð í Reykjavík að fólk er að kaupa og selja sömu lóðina 40 sinnum og Nei, við höfum tekið svolítið fyrir það bara í reglunum og ég held nú að Reykjavík hafi líka örugglega gert það. Sveitarfélögin hafa almennt verið að herða reglunum til að koma í veg fyrir lóðabrask. Já. Þegar það gengur illa í Reykjavík eins og þegar það var ekki verið að moka snjóinn og eitthvað, er það ekki alveg smá gaman? Veistu hvað, mér finnst óbúslega gaman þegar ég fæ myndir frá Kópavogsbúum eða Reykvíkingum sem er að ganga eða bara keyra í Kópavogi og sýna munin, maður fær smá kikk út úr því. Ef það er verið að segja vel gert, frábært. Þið eru heldur betur búin að sinna ykkar skyldu þennan morguninn. Auðvitað er það gaman og ég sendi þetta áfram mitt starfsfólk, bara stolt af ykkur. Þetta er ótrúlega gaman að fá þetta frá íbúunum og bara góð saga að segja, bara í fyrra dag þegar snjórinn kom, loksins aftur. Já, ekkert loksins reyndar, við spörum heilmikið að vera ekki í þessum snjómokstri. En þegar hann kom þá sendi vinkonu mín skilabóð og sagði bara fyrir hádegi vorum við búin að koma tvisvar til hennar að moka. Vá, einmitt. Og þau eru vantanlega verktakar í þessu, það ekki eins og hjá borgin, það er einhver fastráðnir. Eða er einhver svona, þú veist, það er náttúrulega einhver svona verksvið. Nei, jú, við erum með skipulag, við erum með svið sem að stýrir þessu en við úthýsum þessu. Við úthýsum snjómokstur, við úthýsum sorphirðunni sem er ekki hjá Reykjavík. Reykjavík séum það sjálf. Og það bara gengur vel. Við erum alveg að sjá það í bara þjónustukönnunum okkar að fólk er ánægt með þessa þjónustu. Og þetta er bara þjónustu sem skiptir máli. Þú vilt að göturnar þínar séu mokaðar, sópaðar og það sé bara snirtilegt í kringum því og að ruslið þetta sé hirt. Þetta er bara, ég líti á þetta bara sem grunn þjónustu. Já, mér finnst fólk vera að fara að veigra sér of mikið við því að fara út í snjó. Já. Þú ert sammála mér, ég heyri það. Nei, ég meina, ég verð að viðurkenna, ég er á háum hælum og slétt undir, þetta er vesen. Já. Þú veist, ég nenni ekki að vera í kuldaskóm mæti í kuldaskóm á fundi eða í viðtöl, ég vissi reyndar ekki verið í útsendingu, en þetta er vesen, en þetta er líka gaman að hafa snjó fyrir krakkana, þau geta að fara út á þotu eða á skíðu og svona. Ok, við förum aftur yfir skoðununa þinnar. Hægri sinnaðasta skoðunin 15% skattur. 15% skattur. Vinstri sinnaðasta skoðunin var ekki einkavæðing í heilbrigðiskerfinu. En þú passaðir þig og sagðir að einkarekstur, það var ekki mót allan honum. Íhaldsamast að þú vilt ekki veikja stöðu þjóðkirkjunnar, eða þú veist, þú vilt að lútherska trúin sé þjóðtrú eins og hún er núna og síðan er frjálslyndast að þú vilt selja hið ýmsa sem að þér finnst ríkið ekki eiga að standa í. Já, ég vil selja, ég vil loka stofnunum sem við þurfum ekki á að halda og ég vil selja stofnanir sem einkaaðilar geta vel rekið sjálfur. Og ég var einmitt að hlusta á viðtalið Friðrik Sófusson þar sem að hann var að fara yfir bara hvaða stofnanir og fyrirtæki hann var að selja þegar hann var fjármálaráðherra á sínum tíma. Og
sko á sínu tíma var ríkið að reka ferðaskrifstofu. Já, alveg rétt. Skipaútgerð eða hvað segir maður, skipasmiðju eða svona, allavega, prentsmiðju. Já. Og þú veist það með ólíkindum hvað ríkið var að reka og sýslast í. Og þetta var allt selt og hafði auðvitað bara jákvæð áhrif og við eigum að gera miklu meira af þessu. Og annað sem ég nefndi til var ekki búin að ná að nefna, því við stöldruðum lengi við ÁTVR og Landsbankann, en svo það Íslandspóstur og svo ætla ég að droppa einni bombu hérna, ég veit ekki hvort þetta sé viðkvæmt, en til dæmis RÚV. Við erum að reka ríkissjónvarp og ríkisútvarp og við erum að sjá það að fjölmiðlar sem eru í beinni samkeppni við þessa ríkisstofnun eru bara í mjög erfiðum málum og jafnvel hafa bara þurft að loka og við erum að sjá það. Það er eitt dagblað sem prentað í dag og það er enda Morgunblaðið. Já, þú ert ánægð með það. Já, ég les Morgunblaðið á hverjum einasta degi. En ég myndi vilja að við myndum og ég veit við þurfum að fara varlega inn í þessa umræðu en byrjum að stíga skref. Af hverju er ríkið að reka hlaðvörp? Ég meina, beinni samkeppni við ykkur. Af hverju erum við með ríkið með TikTok? Eigum við að byrja á því að hafa bara einu útvarpsstöð en ekki tvær og eigum við kannski líka að stíga skref í að sjónvarpið. En mér finnst RÚV vera ferlega rekið. Ég er mikill RÚV-vari og þú veist, ég vil ekki sjá RÚV hverfa en mér finnst samt alveg, mér líður eins og að það væri vel hægt að skera niður, en það ekki 7 milljarðar á ári eða eitthvað sem að ég held sér komið upp í 9, og síðan eru auglýsingatekjurnar á móti. Mér finnst hins vegar sko, ég er ekki viss um að það leysi vanda sjálfstæðra fjölmiðla að RÚV hverfi, af því að ég held að þá muni bara auglýsingatekjur í meira mæli fara úr landi. Nú, ok. Það minnst, nei, hvernig þá? Sko, við erum að horfa á, þú veist, það sem að mest auglýsingatekjurnar, þú veist, dýrustu slottin hjá RÚV eru Skaupið, Gísli Marteinn, Eurovision. Ég er ekki viss um að einhver sem að auglýsa hjá Gísla Marteini, sem að fá, þú veist, 30% áhorf hverju viku, muni hugsa, ok, nú get ég ekki lengur allir 30% þjóðarinnar, þannig ég ætla að fara að auglýsa hjá Gullabyggi, eða skilurðu. Ég veit ekki hvort að það verði til umhverfi fyrir sjónvarpsstöð sem að getur verið rekin fyrir auglýsingatekjur á Íslandi bara út af smæð landsins. Mér finnst að RÚV megi alveg fara af auglýsingamarkaði og mér finnst eins og Logi að gera núna að þú veist, það væri til pottur úr auglýsingatekjum RÚV sem renni til hinna stöðuna. Og þú veist, ég skil alveg eitthvað svona ríki í ríki og allt það, en á meðan, þú veist, það kostar hellingspening að vera hjá Sýn, það kostar hellingspening að vera með Símann og frábæra stöðvar og að gera frábæra hluti og mér finnst Síminn standa sig hvað best í innlendri dagskrárgerð, þannig ég er alls ekki að hallmæla þeim. En að hafa ókeypis, þú veist, auglýsingatekjurnar koma inn af því að það kostar ekki að horfa á þetta. Við erum að borga það. Já, en við erum að borga það. Útvarpsgjaldinu. Já, við erum að borga það, en þú veist, skattarnir, þú ert að borga 9 milljarða. Já, ég persónulega og síðan eru þið hinn öll líka að gera eitthvað. En, sko, þú veist, hvað... En má ég aðeins, þetta er svolítið áhugavert, að þarna er þetta að gefa þér. Já. Að gefum okkur að, nú er ég ekki að segja við að bara leggja niður RÚV öllu leyti, alls ekki. Við getum stígskref. Mér finnst RÚV búið að vera að þenja sig út í allar áttir. Og í samkeppni til dæmis við ykkur, TikTok og svo erum við með útvarpið og sjónvarpið og svo framvegis. En þú ert samt að gefa þér þarna, ef við værum komin á þann stað, að það yrði bara einn daginn bara, heyrðu, leggjum niður RÚV. Að þá myndi Gísli Marteinn bara, ef hann er svona óboðslega vinsæll, sem ég veit ekki, ég reyndi að verða viðurkenni, ég horf ekki mikið á Gísla Marteinn. Ég horf aldrei á Gísla Marteinn sjálf. Nei, ok, en þú sagði samt, ok, þá erum við þessi 70% sem horfum ekki. Já, okay. Mér minnir, ég var að vinna á auglýsingastofu og RÚV kom og var að selja okkur eins og er svona ákveðin martröð fyrir viðskiptaráð og fleiri, að komi sölumaður frá RÚV og pitchi til okkar. Og mér minnir að það hafi verið 30% áhorf. Já, á Gísla Marteinn, ég ætla ekki að hringja mig upp á það. Og algjörlega, ég er bara klárlega vinsæll þáttur á góðum tíma. En myndi ekki þá bara einhver einkaaðili taka hann og bara, heyrðu,
Gísli Marteinn, nú kemur þú til okkar og þannig ertu komið með þáttinn. Ef þetta er svona rosalega frábær þáttur, þá held ég að á endanum myndan alltaf fara þá bara yfir á næstu sjónvarpsstöð. Þannig að ég held að ríki sem slíkt ekki best til að reka sjónvarpsstöð og freka væri þá einkaaðilar sem væri betri til þess komið, eða þú veist, betri til að reka slíka stöð og myndi þá alltaf líka bara finna kannski, jafnvel myndum við bara sjá aðra þætti sem við erum ekki að sjá í dag, sem væri kannski sniðugt að framleiða, en svo finnst mér líka kannski varðandi, þú veist, þannig að við erum alltaf svo hrædd sko hvað gerist ef að, og bara eitt gott dæmi var þegar ég var að hlusta á Friðrik Sófusson var að segja með prentsmiðina, Gutenberg eða eitthvað, ég held að við heitið, og sko það var svo mikið hræðsla að selja prentsmiðina af því að það var verið að prenta svo mikið á vegum ríkisins, þú veist, það alltaf þessi hræðsla hvað ef, en svo það bara markaðurinn leysir þetta. Markaðurinn á að leysa þetta, markaðurinn mun leysa þetta. Já. Þannig ég hef engar áhyggjur af því að verða engin sjónvarpsstöð á Íslandi, sko. Nei, ég hef ekki áhyggjur, en sko, ég held að sjónvarp Símans og Sín eru ekki bara í samkeppni við RÚV, þau eru í samkeppni við Netflix og Disney og YouTube. Og sko, já, ég skil svona með þetta mjög vel og við hefum alls ekki að segja en hvað ef og þú veist, við þurfum örugglega að stíga einhver skref og lækka þetta allavega úr 9 milljörðum. Já, og líka finnst mér eitt að þú nefndir þetta sem að Logi að gera. Já. Og hérna, nú eru samt, þetta svolítið skrítið, nú eru einkaaðilar orðnir háðir auglýsingatekjum RÚV. Þeir eru háðir því að RÚV gangi vel að fá auknar tekjur til að þau fá eitthvað af því. Í stað þess þarna hefði ég nú frekar vilja sjá bara stíga skrefið í að draga og bara einmitt eins og þú veist að nefna líka á hann, bara það ekki verið svona mikið á auglýsingamarkaði. Bara frekar að stíga þau skref að RÚV sé ekki svona mikið á auglýsingamarkaði, draga úr því og þar leið setja þetta líka pressuna á að draga úr eða lækka aðeins umfangið. Ég eins og sko ætla að segja að ég hlynntur því að RÚV sé á TikTok. Af því að sko mér finnst, ég treysti fréttastofu RÚV og mér finnst miður að það hafi dregið svona svakalega úr treysti til þeirra. Ég treysti líka fréttastofu Vísi og Stöðvar 2 bara alveg. Treysti fréttamönnum almennt. Ég treysti fréttamönnum almennt og auðvitað eru rotin epli og allt það. Þannig að þegar ég tala sko að mér finnst mikilvægt að það sé einhver svona þungamiðja, þá ég ekki að tala að ég treysti Mogganum svo illa, ég treysti Heimildinu svo illa, ég treysti teknókrötum svo illa og ég treysti TikTok svo illa og YouTube og Facebook og þú veist þessum miðlum sem að fólk, sem að menn út í heimi með góðar ætlanir að reka. Þú veist, ég treysti áróðurinn ekki, þú veist, þetta eru áróðursmaskínur, þannig að, og þú veist, BBC fokkaði massíft upp með sína Trump-klippingu, en vinstrimenn treysta BBC ekki heldur, þegar ég var að tala þegar ég var að, þú veist, þau sem eru vinstramenn með mig, þegar þetta kom upp, þá var ég að tala við vinmenn sem töluvert meiri vinstrimaður en ég og hann sagði, þú veist, það ekki eins og BBC sé eitthvað liberal bastion, og þú horfir á RÚV og þú sérð sósíalistaflokkinn segja RÚV, þetta er bara hægri áróður, þetta er fjölmiðlar með sjálfstæðisflokksins, skilur heyrt fólk segja þetta. Með RÚV? Með RÚV. Ok, ég hef aldrei heyrt það. Nei, einmitt, og þú veist, þetta er örugglega ekki útbreidd skoðun, skilur Nei, ég held ekki. En þetta er til á báða bóga og þú veist, niðurstaðan er svo að við treystum ekki BBC, við treystum ekki Reuters, við treystum ekki RÚV. Það þarf að vanda vel til verka, og það þurfa að vera afleiðingar þegar ekki vandað vel til verka, af því að mér finnst við verða að hafa einhverja hliðverði með upplýsingar. Já, en við þurfum líka bara að vera svolítið gagnrýnin. Hvaðan við sækjum upplýsingar og hvað við erum að lesa og vera gagnrýnin á það sem við verið að fjalla hverju sinni og vera mat okkur. Já, absolutt sko. Og þannig að það skiptir líka máli og mér finnst það bara partur af uppeldi barnanna minna. Já. Að við þurfum að vera með gagnrýnin í hugsun, bara erum við sammálusögð, þú veist, og ræða líka bara málin. Hvað eru börnin gömul? Ég er með 17 ára tvíbura og svo eitt sem er 14 ára. Já, ég öfundaði þig ekki að vera alveg börn í þessu upplýsingaumhverfi, en Já, einmitt. En ég held að við ættum að fara að hætta þessu. Eða ekki, hvað er klukkan? Klukkan er 11:06. Já. Þetta var algjört Rás 1 dæmi. Ótrúlega gaman að spjalla við þig, takk kærlega fyrir að koma. Já, takk kærlega fyrir. Takk.